Athygli vakti á síðasta árin þegar tilkynnt var að tæknifyrirtækið Þula á Akureyri væri í fyrsta sæti á lista endurskoðenda fyrirtækisins Deloitte yfir 50 tæknifyrirtæki landsins hvað hraðastan vöxt varðar. Það hefur ekki farið mikið fyrir Þulu í fjölmiðlum þrátt fyrir vöxtinn sem aðallega vegna stórra erlendra verkefna. Höfuðstöðvar Þulu eru við Glerárgötu á Akureyri. Mestur hluti starfsemi Þulu í dag snýr að þjónustu við norskan heilbrigðismarkað, meðal stærstu viðskiptavina eru heilbrigðisráðuneytið í Noregi og samtök norskra sjúkrahúsa apóteka. Í umfjöllun N4 atvinnulífið kastljósinu að þessu sinni beint að Þulu. Við höfum sérhæft okkur í því undanfarin ára að þróa og þjónusta hugbúnaðarlausnir sem aðstoða heilbrigðisstarfsmenn við að sinna sínum störfum. Og við höfum síðustu árin fókusera aðalega á hugbúnaðarlausnir sem styðja við verkferla í lyfjaumsýslu og lyfjagjöfum. Þannig að þar liggur okkar sérsvið. Og bæði í rauninni þegar kemur að lyfjalógistík, hvernig lyfjum dreift og hvernig þau eru geymt. Og eins líka í rauninni þessi klíníski þáttur, það sem vísar að lyfjaávísun lækna. Þetta það sem við erum að fást við. Hvers vegna ákváðuð þið að fara út á þessa braut? Já, það löng saga að segja frá því. Við höfum í sjálfu sér verið að vinna þessi hópur sem stendur að baki félaginu. Við höfum verið að vinna saman í mjög mörg ár að heilbrigðistengdum lausnum yfir höfuð. Og þetta eiginlega allt sem við kunnum og getum og erum í rauninni kannski sérstaklega mikið búin að investera í þekkingu á lyfjum og hvernig þau virka. Og það sem áhugavert við þetta í rauninni að það svo margt sem óunnið og ógert. Heilbrigðisgeirinn íhaldsamur iðnaður í sjálfu sér og menn í heilbrigðisgeiranum hafa menn gjarnan verið aðeins á eftir tækninni. Þannig að það þýðir það bara að það spennandi tækifæri að útfæra hugbúnaðarlausnir fyrir heilbrigðiskerfið. Þið hafið aðalega flutt ykkar lausnir til útlanda og þó Noregs einna helst. Já, í okkar fyrra lífi þá unnum við mikið í Hollandi, Þýskalandi, Austurríki, aðeins í Bretlandi og víðar. Og reynslan hefur safnast í rauninni á þessum mörkuðum. Síðustu árin höfum við verið að vinna langmest, kannski 95% eða meira í Noregi. Og það helgast einfaldlega því að við unnum þar stór útboð sem að fyrst eitt og síðan annað og þau verkefni hafa í rauninni haldið okkur mjög upptöknum í allmörg ár. Þula hannaði lyfjaskömmtunarkerfið við Akersjúkrahúsið sem rétt utan við Oslo í Noregi. Þar lögð áhersla á að nýta nýjustu tækni til þess að auka öryggi sjúklinga og skilvirkni í rekstrinum. Þar á meðal þá fjárfestuður í mjög fullkomnum lausnum til þess að höndla með lyf og önnur af þessum lausnum sem við erum að þróa, hún í rauninni gegnir lykilhlutverki hjá þeim í að líma saman í rauninni öll kerfin sem þeir eru að nota til þess að sýsla með lyfin. Og það var fyrsta sjúkrahúsið sem við unnum með, samkvæmt þessu samningi sem við gerðum. En síðan hefur kerfið verið innleitt á fleiri sjúkrahúsum, bæði í suðaustur Noregi sem stærsta heilbrigðisumdæmið. Og svo núna bara verið að klára að rúlla þessu út á síðustu spítalana í mið-Noregi líka. Vélmenni gegna mikilvægu hlutverki í tæknilausnum Þulu á nokkrum sjúkrahúsum en þó ekki öllum. Þessi róbótar eru mjög fullkomnir og þeir tína til lyfin og síðan lyfjunum dreift spítalana með lofttúpukerfi þannig að mannshöndin kemur eins lítið nærri eins og mögulegt og þetta styttir allar leiðir og gerir allt skilvirkara. Röng lyfjagjöf nokkuð algeng á sjúkrastofnunum. Já, þetta mjög vel rannsakað og ágætlega þekkt, svo sem út allan heim og meðal annars þarna á Akershússjúkrahúsinu í Oslo. Og óhöpp við lyfjaumsýslu ein stærsta orsök fyrir
ýmist þá svona slysum eða jafnvel dauðsföllum. Þannig að það til mikils að vinna að auka öryggið í lyfjaumsýslu. Vöxtur Þulu hefur verið nokkuð ör. Hversu hratt hafið þið vaxið og hvernig útlitið hvað framtíðina varðar? Já, við byrjuðum 7 starfsmenn í þessum verkefnum þegar við stoppsettum Þulu fyrir 4 ára síðan. Og núna eru þetta svona 13 fastir starfsmenn og þar að ekki höfum við verið að vinna með sérfræðingum í Portugal sem að stíga inn í verkefni hjá okkur þegar mikið liggur við og það hafi verið svona 2 til 5 sérfræðingar sem hafa komið að verkefnum hjá okkur þá. Þannig að jú, okkur hefur gengið ágætlega og þó þetta sé kannski ekki margir hausar, þá þetta yfir 100% vöxtur sem bara gett. Meiri hluta verkefnis erlendis. Kostur og galli þess að vera með aðalskrifstofuna á Íslandi og það á Norðurlandi? Já, við erum oft spurðir að þessu, hvort þetta sé ekki skrítið og það það alls ekki og ég held að sko stór hluti af ástæðinu fyrir því svo að við höfum orðið margra ára reynslu á því að vinna dreift, bæði innbyrðis og eins í rauninni á móttöku á viðskiptavinum. Þannig að okkar vinnubrögð eru bara sniðin að því að viðskiptavinurinn sé langt í burtu eða jafnvel samstarfsmennirnir sé langt í burtu. Og þannig það mjög lítill munur á því hvort við erum að tala við kollegan hinum við ganginn eða strákan út í Portugal. Og lausnir Þulu verða senn að veruleika hérna á Íslandi. Við höfum núna nýlega lokið innleiðingu á annarri þessari lausna sem við erum með út í Noregi. Hér á Akureyri hjá öldrunarheimilum Akureyrarbæjar og þar erum við að vinna annars vegar með þeirri stofnun og eins síðan með þeirra apóteki sem í þessu tilfelli Lyfjaveri Reykjavík og við erum nýlega búinir að klára þá uppsetningu og erum síðan í framhaldsverkefnum með þessum aðilum. Þannig að fyrstu verkefnin eru komin á koppinn og síðan erum við bara að kynna þetta hægt og rólega þá fyrir markaðnum og höfum rætt við sérgreinasjúkrahúsin og lítils háttar átt samskipti við heilbrigðisstofnanirnar, þannig að vonandi. Miðað við þetta og þið standið þetta framalega, getum við þá sagt að öldrunarheimilin á Akureyri séu í fremstu röð hvað lyfjaskömmtun varðar? Já, ég hef nú sagt það og ekkert legið á þeirri skoðun að ég held að svona, seinni hluta þessa árs að þá geti þessir aðilar í sameiningu, þar sé Lyfjaver og öldrunarheimilin, státað því að vera með einhverja svona albestu uppsetningu sem þú finnur í löndunum sem við berum okkur saman við.